Shit, hvað lélir rauða. Heyrðu, we're back again. Ok, farðu að checka á hinum megin. Eða María, þú mátt setja þetta. Hæ, áfram MS. Yay. Þetta bara flott. Þetta svo geggjuð gæði, ég er svo stolt af mér. Þetta komið? Já. Veit það, hræðstu það ekki? Það þetta í sambandinu að þræða til mín. Hversu mörg fans? 20 fans? Það er... Nei, hæ! Chatti verður lit. Streymi. Það tala í hálfleik. Já. Já. Það Q&A í hálfleik. Það eru 0 viewers. Perfect. Þetta er fyrst komið. Þetta er bara... Hæ. Þetta er alltaf streymi. Já, þetta er speglað. Það var þannig. She is so bummed. Hérna er FG-liðið að lappa takja. Ok, ef við ekki hafa... Þá, þú veist, reyna að púta aðeins mér í miðjunni. Hóttan það verður í miðjunni, já. Ok, við ætlum að byrja Q&A, Ok, ef það komur 20 viewers, þá segjum við... Viltu vera með í live-inu, eða? Það er enginn inn á hann. Heyrðu, þetta er RMK sín í gær. Alltaf heitin. Alveg Grettansins, Bara verið velkomin og... Já. Þetta er streymið. Það er Er alltaf verið að bjóða fólk velkomin í streymið? Já. Viltu ganga í bæinn og segja hæ í streymið? Halló. Dómari. Já, ég þarf að setja þetta. Hér er Jakob. Já, erum við að taka? Stefna, erum við bara að vera að lýsa? Já, hvernig stend fyrir þessari keppni? Viljið þið koma í pre-match viðtal? Já, ég skal koma í prímats viðtal. Já, María, hvernig ertu stend fyrir kvöldinu? Heyrðu, ég er mjög vel stend, takk fyrir að spyrja. Já, hvernig þú stendur fyrir kvöldinu? Spenntur að vinna Vestló bara. Helgi. Þetta er rétt að hjá bara. Við þurfum að ná að slökka ljósin, kann það ykkur. Tvöld á við chatti ef þið hatið Vestló. Já, ekki annars. Jón Breki. Tvöfald á fyrir chatið að þetta er Vestló. JP er alltaf inn á þessu sko. Nothing. Já, Maður eru með. Segðu hvað chatti. Hjalti er hér og ég er hér. Og Emna sér að vera að vinna. Ok, sneak peek, ræða mín. Ég svo fólk hér að glöð. Æ, María, þú ert svo ruggli, við getum ekki farið með nýtt. Heyrðu Jón Breki, chatið liðið Fred. Heyrðu, hann segði nafnum mitt. Þetta getur líka sagt nafnum mitt, þetta mér langar líka að vera JB, þú ert með peysuna mína. Þetta er... Return it. Tjók. JB er einn á læginu. Já, hann er einn. Þetta er live. Já. Við erum bara á YouTube. Bara einn og horfa. Já, JB. John, catch a break. John break. Hann er ekki að svara. Haldir í hárinu uppi. Ég veit ekki, ég misti mig líka. Gett skrítin eitthvað. Ok, byrjum. Út, bless, við erum að byrja. Þetta er samt voða stutt sem að ljósunum er stökt. Það er bara, þú veist, það koma tvisvar sinnum í björn og bang, bang og sem bara kvik. Nei, ég ljúga. Þegar... Ég skal segja bara hvernig. Ok, það er ekki. Hæ. Hæ, chat. Q&A. Spyrja okkur spurninga óviðandi. Hæ, Jón Breki. Já. Ok. Peace out. Ég er að halda chatinu hérna. As per usual. Aftur tvöld á við chatti ef þið fokkið ekki Vestló. Hey! Ok, fyrir hverja 5 gifted það þarf Alfred að fara einni flík. Yeah! Like and subscribe, bro. Like and subscribe, sér við. 12 af, ef aftur. 12 af bitch, mér vantar 4-0. 4-0. Er það bara Jón Breki? Það er 2 í chattinu. Hver er hinn í chatinu? Chatti? Chat, speak up, sko. Ertu að lifa inn í kassinat núna? Ég er, já. Jón Breki Gullarsson, takk fyrir að geta þetta.
Ó, þetta bara Hjalti og Unnur. Most unexpected matchup. Það samt? Já. Mér finnst það ekki. Most expected matchup. The do you didn't know you needed. Guður, hver með mér í chati? Við þurfum að koma að staði. Hver með... Elite Duo. Yes. Ég segi það. Og ég segi eitthvað gett sorglegt. Ég búin að taka það mikið í vöruna að þú veist, hún bara ekki lengur vör eiginlega. Og ég bara með hólu. Viltu bara deila? Þú gett skrítin. Ykkur þarf að róa sig niður. Það svo mikill hiti. Þetta mátti ekki, sko. Aftur? Nei, joke. It's empty. Hver var póll? Já, Unnur, hver póllið þinn? Ég segi nei við Ísland í ESB. Takk fyrir mig. Hjalti, þú flip. Hæ. Við erum að livestreama. Nei, hæ! Nei, hello framboðskona. Þrír. Sigarðu tveir, já. Brr. Nei. Það var fínt. Nei. Spurningamerki. Já. Ég rúla bara svoleiðis. Já. Ready Freddy, go! Hæ, skæti mín, ótrúlega mjög sæl. Hjalti dó og flip. Unnur. Þú vita sem það Huggun mín, bara en þinn. Ég var fucking góð. Ekki? Já. Stressið kortisol low. Ok. Já. Og þú? Ég flúi í gær. Ég við vorum bara að svara. Hún bara svona. Þess að vera gæður fólk inn í stjórnum og þá getur við segja mér svona. Marja, hún ekki svara. Love you, Rio. Love you always. Ég spennt. Já, ég var spennt. Ég var óspennt. Hann sagði, hver þetta? Þetta Guðný. Hún félagsmálastjóri Hún með MS, hún getinn. Getinn. Ef hún var að keppa þessi keppni, þá myndi ég eflaust halda með MS. Hún alltaf með mig. Hún Já. Hvað, gengur ekkert? Hann okkur? Hann hérna, sko. Það bara einhver gæi sem að skipa okkur að færa allt dótið okkar. Já. Þannig við erum að færa allt dótið okkar. Þetta eitthvað þrengsti þrývar. En veitu hvað vantar? Nei, það bara, við vorum komin í stofu. Já. Svo kemur það bara, ég þarf að þrífa þetta. En eru það bara bíð eftir að stofan færist? Já. Getur ekki Morri bara græða stofuna meðan þið byrja? Jú. Veitu, Morran færst, sko? Nei, Morran þetta að byrja núna? Já, við getum byrja. Ok. Hann að spila lagið þessar. Hann að spila lagið? Hann tengdur hátalarinn. Ok. Við veitum það. Ok. Nú erum að mynda hann á það. Já, ég get líka bara að fara. Hérna skávarpinn tengdur þessari tölu? Já. Ok, og ég búið að græða það allt? Ég með víkja við það bara, ég tengdi bara... Ok, snill. Takk. Þetta ekki bara eftir því? Jú. Morri mættur, eru ekki bara keyrið í gangi? Jú. Ef að spjalla við liðið? Já. Halló? Velkomin á 8. lögurslið Northvís og við höfum sagt. Umræðefnið heimur þessum ringning í Northvís. Ég ætla bara að kynna liðið inn. Ég ætla að bjóða meðmælendum kvöldsins upp á svið, en það menntaskólinn Sund. Sem rís lengst upp til himinn geima, ég þykir vænt ykkur öll í allar hendur upp í loft, eruð þið til í okkar flokk, það skoði
má aldrei verða blóð. Oh my god. Næsta er að bjóða andmælendum kvöldsins upp á svið en það er Vesturíska Lýstur. Næsta er að bjóða liðsstjóra andmælenda upp á svið. Benedikta, Karen, Hrafnhildur
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Hæ, ég heiti Alfreð. Hæ, Alfreð! Ég skal fokka klúbbin! Ég er komin til að ræða stórum. Ekki hvað kjafta eins og NATO, samsæðiskenningar, ritskoðuna, vakturistjókina, eitthvað allt sem enginn nefnir að hlusta. Heldur risa stórum máli. Heim þar sem enginn getur logið. Sick! Fyrir með að segja þetta, það er aðalega tvennt sem við þurfum að pæla. Spekkið það. Í fyrsta lagi, hvað í fokkanum eru lygar svona í raun og veru? Og í öðru lagi, hvað myndir það breytast? Byrjum á lygar. Tjátt, hvað eru lygar? Frábær spurning, Freddy. Du ert så flottur og fin, og spyr alltaf að svo skemmtilegum spurningum. Hvort viltu þá geggja svar, klikka svar, eða ótrúlega geggja klikka svar? Ok, spennum á það. Ok, hvað segir við? Ok, cool, segja ósagt, já. Nota til þess að blekja hvern, cool. En snarra, eða Webster, eða, ok, köttu minn. Það veit allir hvað lygar er. Það var allir logið einhvern tíma. Við ljúgum þegar við segjum eitthvað sem við vitum að er rangt. Sjúklega einfalt. Og heyrðu, ræðum að þennan heim sem við í MS mælum með. Málega fundarstjóri, við erum bara að tala einhvern heim sem við vitum ekkert meira nema að það getur enginn logið. Ok, kannski var hann smá harsh en fyrst, hvað? Má ekki lengur það? Í heimi þar sem við erum annarkvort sagt satt eða sagt bara ekki neitt. Það var ekki að neyða ykkur til að segja satt. Þið ráðið ennþá hvort þið segja eitthvað yfir höfuð. Og sorry, hverjum er ekki drullu saman með einhverjar hvítar lygar. En það er dóttir mín með einhverja prinsessa, gamli þeir! Ég mæla hana heim þar sem dóttir mín getur einhverja prinsessa að því taka eftir því gott. Á móti getur sleppt öllum slæmu afleiðingum sem koma með lygar. Öll stríð sem hafa brotist út vegna lygar. Öll hryðjuverk, öll óþarfa þjáning sem lygar hafa valdið. Því á engum tímapunkti gegnum sögu þessa heims hefur nettlogið nokkuð. Það er ekki hægt, var aldrei hægt og verður aldrei hægt. Lygar sem hafa gegnum tíðan verið nýttir til að réttlæta stríðsrekstur. Og ekki bara gleymdimeistari, þetta er aldrei partímeistari. Og þess vegna geta þessir hörmulegir hlutir ekki komið fyrir. Kostirnir vega svo augljóslega upp á móti að þetta ætti ekki svona að vera umræðu. Tökum nokkur dæmi. Trójuhesturinn, Watergate, kjarnorkuvopni í Írak, matarúthlutun í Sovétríkjunum sem svelti milljónir. Öll þessi dæmi hafa verið sannaðar, hreinar og beinar lygar sem ollu óafturkræfum skaða. Þessi dæmi eru svo hluti raunveruleikans sem Vestló þarf að standa fyrir hér í kvöld. Nei, býtu, vonast ekki vera að fatta þetta. POV, Simiti Michael Vidal 2016. Herra forsætisráðherra, hvað getur þú sagt mér fyrirtæki að nafninu Witness? Og Simmi bara eitthvað, shit. Bara eitthvað eðlilega mikið, sko. Eða kannski, hey, Khamenei, æðsti leiðtogi í Íran, hvað segir þið? Eru það fyrir á kjarnorkuvopn? Ekki? Nei, ok, gott að vita. Og hefði kannski getað beilað að sprengja með barnaspítinu síðustu viku. Halló! Var það bara geðveikt næs, eða? Þeir sem svona í alvöru fundast. Ég bara að pæla helling í þessu vikum. Af hverju í fokkanum myndi ykkur mæla á móti þessu? Á móti þessum heim? Nema maður segja fel. Það eina sem við erum að gera hér í kvöld er að segja að konceptið af þessu nýja heim er gott. Þetta er ekkert ekki flokknar með það. Í heimi þar sem lygar hafa aldrei verið til, þá er ekki möguleika því að lenda þeim hörmungum sem hafa komið fyrir í raunveruleikunum vegna lyga. Væri það ekki bara til að búið þannig heim? Býttu, eru lygar að gera svona mikið fyrir ykkur? Þú veist, ég fokka hefði í bjór, en ekki að mæla út í grunnskólum bara því það er ekki bjór. Og það er ekki eins og að taka úr myndir eitthvað lífsnauðsynlegt dæmi. Þetta væri hann að mála umræðuna væri heimur þar sem enginn fær að borða eða heimur þar sem þrælahald var aldrei bannað. Þetta er að taka úr myndir eitthvað sem er valdið það miklum skaða í sögunni að það hefur kostað okkur heilu kynslóðum. Því lygar eru bara ekki sakvísar og krúttlegar, þeir eru beinlínis drep. Góðu gestir, þetta er bara hreint og beint sorg. Jón, þá ætlum að trúðu eftir mér. Skemmtver, leiktur, bara í helgaskilum, verðið saman. En við erum bara einfaldlega að fá svar við einu í þessari framsögu. Hvað er svona sexy við lygar sem lætur ykkur mæla á móti heilum heimi? Og meðan Jón talar eftir mér, hugsið mig, hverja er Jón raunverulega að berjast fyrir? Því ég get sagt ykkur hvernig lygar þjóna ekki. Ykkur, það þjóna ykkur ekki.
varstu bara að freestyla? Nei, ég var bara núna. Já. Þú varst eitthvað að pæla í kontinni. Já, einmitt. Sitt. Herðu, hérna, já. Þetta er streymi. Þetta er streymi. Essa. Alfred talaði í 4 mínútur og 41 sekúndur. Áður en ég býði næsta ræðumann eitthvað svið, þá langar ég ítreka að það þarf að vera alveg þögn í salnum á meðan að ræðu stendur. En annars ætla ég bara að fá að bjóða frummælanda andmælenda yfir svið, hann Jón Kristoffer. John Crowder, a pleasure. Heiður að fá standin í dag og hægt að ræði við menntaskólshusin. Sem greið að vakna viltu sem þið berðans í morgun eða bara á gólfinu nakin. Því hvað ég andskotanum voruð að pæla það? Hvernig datt ykkur í huga að mæla með leigalausum heim? Því ég held að háttvísku ræði menntaskólshusin faktiska raunverulegri básar. Þau hugsa nefnilega ekki lengra en það eitt að legar væru slæmar ergo legalaus heimur frábær. Það getur því, kæru gestir, að MS mun ábyggilega mála okkur upp sem skratton og halda því fram að við mælum með lykt og koma með svakalega dramatískt dæmi. Nefna hræðilega og fyrirgefanlega hluti í mannkyns sögunni þar sem legar koma með sög. Nefna vonda kalla sem nýttu sér lega til að koma sín á framfæri og byrja svo okkur að réttlæta það í allt kvöld. En þetta svo einfalt. Við erum ekkert að mæla með öllum legum, bara þvert á móti. Nei, svona ángríns, lesið umræðina. Við í Verslunarskóla Íslands vitum alveg að legar geta verið ljótar, leiðilegar og oft á tíðum hræðilegar eins og sem margt okkar heim. En við gerum samt grein fyrir því að án möguleikans á því að ljúga erum við komin í virkilega djúpan skít. MS virðist halda að öll vandamál heimsins stafi einfalt út frá því að fólk geti logið. En sannleikurinn ekki alltaf sagna best. Hann ekki alltaf fallegur. Hann oft grimmur, kaldur og sæður. Í heimi MS enginn sveigjanleiki, sígjun, mildi og enginn leið til að hlífa fólki frá óþarfa sársauka. Og svo væri hann bara fucking leiðinlegur. Því meðan maður lýgur 12 sinnum á dag hefur alltaf gert hann að koma til með að gera. Legar nefnilega gríðarlega mikilvægt tól í öllum hlutverkum og aðstæðum lífsins. Við ljúgum að sjálfum okkur alla daga til að komast í gegnum öllum mismunandi verkefni sem lífið hendur í okkur. Við ljúgum að náunganum okkar nánustu til þess að til dæmis hlífa þau upp og erfiðum stundum að sýna þeim stuðning í verkefnum sem þau taka sem fyrir hendur. Jafnvel þó svo okkur sé drullu saman það sem þau eru að gera. Það kallast mannasið og vera góður vinur. Og já, kæru gestir, ég veit ég var að segja en meðal maður líkur 12 sinnum á dag. Og í 90% tilfella þetta bara saklausar hvítar legur. Hlutir eins og segja við kærustuna þína, nei ástin mín, þú ert ekki feit í þessum kjól. Eða segja momsi að ég var að gista henni á Grósta þegar ég var að reyna að blengur í einhverju gerðasti bæ. Það þurfa ekki allir að vita allt. Maður má og á að hafa almennilegan á að ljúga. Það nauðsynlegt til að ég veit ekki halda í virðingu móður sinnar og eiga þá kærustu. Legar nefnilega oftast bara snilld. Eða já, kannski ekki það vondir kallar eða valdabrjálæðir þjóðarleiðtogar notaði. Og ég myndi alveg skilja MS ef umræðinu væri heimur þar sem stjórnvöld geti ekki logið að þegnum sig, eða þar sem glæpamönnum. En nei, þau ákváðu að mæla með heimi þar sem enginn aldrei neinstar getur logið. Sem galin pæling. Og talað stríð og svona. Hvað með alþjóðastjórnmál og samninga á friðarsamning? Haldið ef allir myndu bara segja sannleikann að heimurinn er allt friðsætt? Nei. Sagan kennir okkur það að alþjóðastjórnmál virka einmitt vegna þess að fólk velur orðin sína að varða. Stundum þarf að tala í hálfum setningum til að koma í veg frá átök magnast. Heimur þar sem enginn getur logið ekki heimur fullur af frið. Hann heimur þar sem allt sem fólk hugsa kemur út hrátt og óútpælt og það nákvæmlega þann sem átök byrja. Þau hafa ekki pælt í einu, almennum mannasinn.
það að ykkur sé kennt að þakka fyrir ykkur og segja matur sé góður, sama hvað ykkur finnst. Lygar eru nefnilega oftast bara það, mannastur. Verða mannastur og alveg kurteisi bara eitthvað úrelt dæmi? Hvernig metum hvað manneskjur eru traustar og ekki, þegar skalinn ekki til staðar ykkar heimilins? Hvernig metum hver eru góðir og hver eru ekki, þegar heiðarleiki forritað í okkur, en ekki eitthvað svo í venjum? Ég krefst svar! Þetta heiminn sem þið mælum með. Kaldur, grimmur og manneskjur heimur. Og svo með líka þessum spurningum fyrst þetta svona frábær pæling. Númer 1, viljið bara í alvörinu frá og með núna að enginn getur logið fram. Númer 2, hafa allir alltaf gott að vita sannleikar, sama hvaðan koma á hvað aldrei reynd. Númer 3, hverju eru þið tilbúin að fórna fyrir mann drauma heim? Í góðu gestir, lygarlaus heimur væri algjörlega ósnertur, blákaldur sannleikur fyrir alla í öllum aðstæðum allt. Og ég vil að þetta eftir því sem ég segi núna. Því í kvöld mega MS ekki mæla með einni líf. Þau maður ekki mæla með legum sem bjarga mannslífum, vernda fólk frá sársauka og halda samfélaginu eins og við þekkjum það ganga. MS þurfti virkilega að ljúga sjálfur sér til að búa til blóðflösa keppni. En nú vil ég að þið hætta að ljúga sjálfur. Pakkið í töskur og gefist upp. Því þessi keppni var búin áður en hún hófst. Ég John Trola and it's been a pleasure. Og MS, velkomin í Glávast. Með allar góða vætti vaka yfir. Daqui pro telefone volta. Vou falar. Eu digo que aí, ó. Ai. Jón Kristberg talaði í 4 mínútur og 49 sekúndur. Ég vil bjóða meðmælanda, þú hefur 7 mínútur. André. Það var fólk í gangi. Hey, is this a live stream?
Det är bara hans sköpare. Ja, så är det. Bara i luften. Ge varandra mot det. Eitt var ekki inn í verslu, Ein mínúta. Þrjátíu sekúndur.
Settur það í söngar. Þeir eru bara að tala um framsögur og slíkt. Það glakkar það. Fyrst þetta, sjá getur þeir eru frumsar. Magniða Björn, Káratóttir. Það var stingt en prófið. Böðin á til söfarinn. Þetta var Óskar frændi minn. Fundarstjóri, þú bara að reyna kaffisaminn. Þú ekki að snerta tillingin minn. Fucking ógeðslegir legarinn þinn. Þú ekki lengur frændi minn. Þetta karlkristdæmið maður. Maður getur að syngur og horfni lengur. Í heimi, þar sem enginn getur logið, þetta bara frekar skýrt. Á smynduprófílum myndi bara standa. Magniða Björn Káratóttir, ég læknisfræði HÍ, elska menn sem geta þetta og fíla ekkert meira en langa göngutúr í nautgangslík. Og by the way, þetta er Óskar frændi. Þetta væri bara miklu léttar. Ég þyrfti samt að hætta að ljúga sjálfur hvað ég að þjána mánaðarlega á spotti það sem 30 cm að tryggja ekki buxur. En hvað stóð? Ég mæli samt ekki á móti þessum heim. Þið vekk samt á brottið! Kattólska frændi! Samt fyrir andru. Þetta dæmi bara ekki eðlilega leik. Ég mæli alltaf með heimi þar sem ég þarf ekki að sofa með Uncle Scar. Viljið þið þetta ekki líka? Ég veit að þessi Jón Drjólaka alveg frekar tæpur. Ekki samt langt flesti saman. Væntanlega! Shit. Ég ekki með 30 cent hangandi milli lappana. Við myndum vita actual dánatölunan gasa. Am I right or am I right? Hvor myndi verið í tippakeppni? Netanyahu eða Trump-ari? Ég bara að vita. Ég með eitthvað Trump eitthvað niður. Við með eitthvað lási sjókís. Svona fyrir undan það. Voru að spekka þessa vestkóla eða? Hvað andskotan var þetta? Skulum fara hans yfir þetta. Jón sagði að fólk gæti ekki verið með mannasinn í heimið þar sem ekki getur logið. Veitu, það að heyra þetta? Jó, segðu mig, þegar þú ert að vera kurteis, ertu bara alltaf að ljúga. Ertu að segja mér að þú sett innst inn í vond manneskju sem hugsa bara ljóta hlutum annað fólk. Ég get furða ekki vilja vera vinur. Jón spurði hvort það myndi bara velja að allir myndi hætta að ljúga. Jó, ekki allt í björt. Fólk í þessum heimi vita ekki hvað lygar eru. Það ekki konsept. Jón spurði okkur hvort allir myndi segja sannleikann. Já, það bókstaflega málið. Það ekki hægt að ljúga. Verst Rastu spurði hverjum við erum tilbúin að forna, en hér ég að meina pælingu. Tökum dæmi stelpu í skóla. Sögur frá staðum hana og bekkjarsystkini hennar fóru að deila því áfram og bæta við sögur. Á nokkrum dögum vissi næstum allir skólinn þetta saklausa slúður og hún missti vini sína og einangrast.
Álagið var svo mikið að hún reyndi að taka sitt eigið líf. Seinna kom í ljós að þetta byrjaði allt með einni lygi. Veistu, réttlætið þetta. Ein lygi fyrir eitt líf. Jón, þetta svo sanngjarnt fórnarkostnaður fyrir. Jón sagði að þau mæla ekki með öllum lygi. Ok, af hverju sömduð þau ekki bara heimur þar sem allar slæmur lygar það hvarfa? Af því það ekki umræðandi í dag. Þannig að þú ætlar ekki að mæla á móti umræðandi, drömda þetta heim. Jón spurði hvernig við vitum hverjir eru traustir og hverjir ekki. Jó, þú ræðir hverjum þú umkringið með. Ekki mér að kenna að þitt fólk sé bara þeir. Jón sagði að lygarlaus heimur væri fokkin leiðinlegur. Getið fengið með bjór? Já. Getið fokkað bixis? Já. Getið spilað fort? Já. Ég veit ekki meira, en það hljómar eins og veisla. Ég held að þessi heimur sé bara ekkert leiðinlegur. Og djöfull það eitthvað þurft, að þú byggðir alla ræðin þinna á hvað lífið væri leiðilegt ef ekki getur logið. Hver meigi í hausinn á þér? Það eina skemmtilega við lífið ykkar að ljúga öðrum eða að láta ljúga ykkur? Ekkert fleira í lífinu sem ykkur finnst gaman að gera? Ef það staðan, þá heimur það sem enginn getur logið ekki vandamálið, heldur þið sjálf. Jón sagðist ekki vilja mæla með að því það væri bara sumar lygar sem hann vildi halda í. Já, öllum með maður segja. Góði gestir, ég langar ekki að þú svo að óskar fremd. Það var ekki rétt. Það náður ekki. En finnir við það. Já. Það var svo bara heim. Bara kasta það. Hvað segir Tjati? Hæ, Jón Breki. Á hann ekki að sýna það eitthvað? Á hann ekki að vinna? Hæ, blús. Gerði, það tímaður ekki sem Svo gaman. Arnór talaði í 4 mínútur og 12 sekúndur. Næstu pontu vil ég bjóða meðmælanda andmælanda hana Ísbeldi Síhambu í 4 mínútur. Ég veit að bara að fólk einmál í alls. Þannig er hann. Sorry, ég var eitt. Sorry, hvað þannig að ég var Það var hér. Já, sorry. Þetta er eina barnum. Herru, ég þarf vatn, sko. Hvað fyrir göngu? Ég veit ekki svo hvað ég setja. Ég var bara ægilega. Bara opna við þér. Jú, það
Hefur eina mínútu. Hægri, vinstri, dilla. Þrjátíu sekúndur. Ég meina, eigum við bara að segja börnunum alltaf sannleikann? Þurfti þetta
En málið með vexti ekki ber skylda að vera einhvern mannstað og sanna fyrir salnum af hverju þið mælið með heim þar sem enginn getur laun. Og hingað til hafið þið ekki sýnt neitt sem sannfærir okkur að slíkur heimur sé raunhæfur eða betri. Þess vegna mælum við á móti. Arnar sagði svo að í legulausum heimi geta mikið sér bjór. Nei, Nóri minn, þú þarft að líka aldur þitt. So we were here for you. Að presturinn hverjum að verjast fyrir. Hvað í fóðunum vorum að gera það við? Hældu þið ekkert í börnunum mínum. Ég að berjast fyrir þau og þið skuli ekki koma nálægt tökum mínum. Annars hér kemur pakkum. Nóri sagði á spiltin geti bara ekki líka lúð. Ok, Nóri, en þú getur ekki líka lúð ef þú sér tónlistina. Svartan fyrir, ég meina rannlega enn þú. Alfreð sagði að þú þurft ekki að segja allt og það geti bara stefnt í að segja sannleik. Já, því það gerir mannleg samskipti svo miklu betur. Hvað er Nóri sína? Það nú til. Mamma, ég kýs ekki að tjá. Ég bókstað einhver spyr mig. Jæja, Isabel, hvað segir þið? Og ég bara svara á þessu mannist. Isabel, það heiti sjálf ykkur? Leiðið það fólki á miðurinn að við nú í guðana bænum, góði gestir. Sjáu þið bara blessu börn. Þau gráta enn vegna másta ömmu sín. Þau gráta því ömmu sem var tekið allt af þeim. En komum með mér. Ég skal fylgja ykkur í betra heim þar sem jólasveitin til. Þar sem þið megið spila Roblox undir 18 ára aldri og þar sem sólin skín. Leyfið börnum að koma til mín. Þar sem ég verndari barn. Í Guðs nafni, Amen! Isabel D. Sheehan talaði í 3 mínútur og 59 sekúndur. Næst í pontunni bjóða stuðningsmann meðmælanda, Hanna Maríu, og hefur 4 mínútur.
Tjaldið, 9 US. Nei, Shit. nei, það er verið lag. Þessi. Ég er sko. Finnst þér tíma? Ég sagði það. Smá íbúð. Nei. Leiknir er að rósa mér. Já, já. Þeir eru nú ekki. Hún er búin að gera það neitt. Ég er búin að eiga þessi hjá heima, ég var að leika hún. 1 mínúta. Oi! Þrjátíu sekúndur. Fundarstjóri, ég væri mikið til í að nýta þessa ræðu mína í að tala hvað hreinskilni er frábært og hvað það væri næs að geta farið á date og treysti að gæinn sé þetta ljúf. En því miður þá verði ég að sleppa. Og ekki misskilja mig, þetta er ótrúlega mikilvægir hlutur. Allir þessir minni þættir eins og almennur heiðarleiki og trúverðugleiki í lífum einstaklinga. En við getum ekki sleppt því að ræða þann viðbjóður gegnum söguna sem sprakk upp frá legum og blekkingum. Seinni heimsstyrjöldin, eitt stærsta stríð mannkynssögunnar, var heimtastæður lygi. Þjóðverjar lugu árás Pólverja sér á hendur til að réttlæta eigin innrás. Lygi sem
meina leiðinlegt að fara þangað, en jú, helfur. Klassísk morfísklysja, en byggð á legum sem hefði ekki verið mögulegar í heiminum okkar. Eða, þú veist, legar bandaríska stjórnvalda frá verið öryggisráður Sameinuðu þjóðanna 2003. Hrein og bein lygi notuð til að réttlæta enn aðra helvítis innrásina. Þetta er það sem ríki heimsins gera. Ljúga hvort að öðru til að réttlæta stríð, til að réttlæta það að drepa fólk, þurrka út heilu þjóðflokkana, eignast olíu og öðlast völd. Lygar sem þið þurfið að réttlæta hér í kvöld. Væri heimur án þessara lyga ekki betri heim? Mynduð ekki frekar vilja búa það? Og ef ekki veist þessi dæmi um langsókn, þá skulum við líta til nýrri dæmi. Lygar Rússlands sem réttlæta innrás í Úkraínu, lygar Ísraels sem dánartölur á Gazasvæðinu. Væri þið ekki í alvöru til að vera lausir kjaftið? Að leiðtogar heimsins gæti ekki falið sig á bak við einhverja lygasögur til að réttlæta eigin voðalag og stríð og morð og barnann og allt það sem er grenjinn yfir í fréttunum. Ekkert af þessu væri mögulegt í þeim heimi sem við mælum með. Og samt spyr ég þig af hverju við mælum með. Af hverju? Af því ég er ekki vond manneskja. Þess vegna. Ísabel spurði hvort við ættum að segja börnunum alltaf sannleikann. Ísabel þarf enginn að segja og þurfir alltaf að segja sannleikann. Þú þarf bara ekki að ljúga, þetta er svo einfalt. Ísabel fór eitthvað að kvarta því að börn líka trúið jólasveinum. Börn, what? Þú mátt alveg eiga þínar töfraverur og halda þú að ljúga að börnum. Við ætlum að mæla með stað þar sögulegar hræðilegar afleiðingar lyga hefðu aldrei átt sér stað. Við sjáum bara hvort vegar meira. Nei, alveg verðst að svara okkur, hvort vegar meira, 1000 litlar saklauslegar skipta engu máli eða örfáar falsfréttir sem valda 1000 dauðsfalla og ekki snúa út úr. Við erum bara að tala um umræðin, allt eða ekkert og við fáum hreint svar, hvort vegur meira í næstu ræðum. Ísabel sagði að börn spyrja spurningar, já, svo sannarlega, og hversu vangar verður þau að spurningar sem þeir fá eru lygar. Ísabel kom í alveg upp í pontu og fór að tala um jólasveininn og börn. Hvernig verður frekar að búa við forréttindi að sleppa því að þurfa að kenna barninu sinni að ljúga að sé ósýnd? Við lærðum það líka sem börn, er það ekki? Og það er alveg ástæða fyrir því að við kennum þetta. Af því lygar eru ekki góðar, það er alls í slæmarsveiti. Það gefa spillingu grundvelli samfélagi sem beinir sér byggt á lyfum. Og fyrir sorgindastöðurinn, ef við ætlum að tala í fyrstu og mikilvægastu ræðu sinni, þá hefur Jón Mistikinn nefnt bara eitt af þeim fjölmörgum stríðum sem hafa sprottið frá lygum, eða allar þær stórvægu afleiðingar sem við sjáum að lygar hafa raunveruleika sem er samt algjör möstpunktur í umræðunni. Ég hélt þetta ætti að vera eitthvað svona fram og tilbaka, en þetta er bara fram og svo ekki frá vestur. Jón sagði að alltaf sem fólk hugsa myndi koma fram. Nei, Jón, fólk get ekki logið, það þýðir það ekki að það þurfi að byrja að tala upp. Þú ræður alveg hvað þú segir og hvenær. Ísabel sagði að Freddi hafa sagt að það væri engin stríð í okkar heimi sem við mælum með. Nei, hann sagði ekki nei. Hætti að setja orðið í hans munn. Jón sagðist vilja halda í sumarlegum. Já, hvað er stað þess að mælum með heimi? Æ, ég svo mikið kjafta, ég fokkin nefnist. Góða gestir, vestingar vilja vita af hverju við mælum með lygalausu heim. Ég spyr á móti þess þó, hvernig í andskotanum getið þið séð þetta kjafta? Öll þessi stríð í dag sem ættu sér ekki stað nema einmitt af því það var hægt að ljúga. Og samt hugsaði, nei, ég vil bara nákvæmlega þetta. Og því spyr ég á móti þess þó, hvað gengur eiginlega að ykkur? Hvað er að? María talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Næstu við pontu vil ég bjóða stuðningsmann andmælenda, hann Dag Thors, þú hefur 4 mínútur.
Ein mínúta. Þrjátíu sekúndur.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og aðrir góðir gestir. Í 66 löndum heimsins ólöglegt að vera samkynhneigð. Og í mörgum þessara landa skilar það þig að eitthvað elskar dauðum. Þetta fólk þarf að ljúga. Ekki að þegar það kýs það, heldur þegar tilfinningar þeirra þóknast ekki yfir það. Eini skjöldur þeirra frá fallbyssum yfirvalda eru lyf. Því þegar þú mátt ekki sýna eina raunverulegu tilfinningar, grípur til allra aðgerða sem mögulegt er. Þau fela ástina, hráa, saklausa, fallega ást, en það sem MS vill gera að láta skjöldin sín. Allt til þess að enginn geti nokkuð tíma notið. Því spyr ég hans, hvaða fórnarkostnaður ásættanlegur til þess að þið geti lifað í þessum drauma heim? Og ég spyr af alveg, ekki vegna þess að þetta gæti gerst, heldur að þetta að gerst, einmitt nú! Rússland, Íran, Sádi-Arabía, Afganistan, Jemen, Brúnei og þetta bara brot af löndum sem við getum talið upp. Í draumaheimi MS-inga ekkert val. Sannleikurinn neyddur úr opnu geni fólks, en það sem við verða að gera sig grein fyrir að sannleikurinn kostar. Og MS tilbúið að selja hann svo dýrum dómi að 16 milljón mannslífa verði undir í lengi. Því heimurinn brot, hvort sem okkur bannað að ljúga eða ekki. Í þessum töluðu orðum geisa stríð allan heim. Börn sem vita aldrei hvenær munu draga sinn síðasta andartak. Hvað ætli að segja þessi börn? Ætli þið að segja þeim að þau standi frammi fyrir hyldýpi dauðans? Þau ljúga til þess að gera Hvað ætli að segja? Já, þau ljúga til þess að gera stöðuna sína bæði. Mæður segja börnunum sínum að stormurinn muni ganga yfir. Feður gera leiki úr stríðsástandi allt til að milda þunga raunveruleikans. Þetta það sem við erum að berjast fyrir. Við berjast fyrir þessu fólki á meðan þið lifið myrkrinu að gleypa þau í þögn. En við neitum að þeim, því á meðan þið lokið augunum vinnur myrk. María mætti upp í pontu og sagði að lygalaus heimur myndi enda öll átök. Í heimi á lyga hverfur ekki vondfólk. Átök eiga sér enn stað og morðingjar munu ennþá myrða. Hætti að byggja alla þessa keppni á gefnum forsendum eða drullíkur blás. MS tölur að lygalaus heimur væri gott konsept. Ok, þannig að þú ætlar að segja barninu sem spyr foreldra sína af hverju þau hafa ekki jólatrí á jólunum af þess að vegna þess að þau séu blá fátæk. Þú mátt ekki ljúga. Heldur að þessi sannleikur byggju barnið þetta gott konsept? María nefndi helförina eins og við þurfum að mæla með. María, þótt við fordæmum lygar í helförinni, þá heimskuleg einföldun að segja að það sé eina ástæða. Hatur, misnotkun valds og öfgafullar hugmyndafræðir eiga sér líka staði heima á lyg. Hins vegar verðið þið að mæla á móti öllum þeim sem nýttu sér lygar til að lifa af í helförinni. Gyðingarnir sem náðu að falsa trú sína fyrir nasistum og fólki sem leyfði gyðingunum að fela heima hjá sér og laug til að komast ekki upp. Í heimi á lyga hefði ekki verið hægt að berga þessu fólki og þið mælið með þessum heim. Alfred spurði okkur hvað sex við lyg. Sex? Ertu fucking veit? Við verðstum erum ekki þá óþrosku að tala lygar sem einhverja kynkenni. Við áttum okkur á því að lygar geta verið nauðsynlegar og í þeim dæmum ógeðslegt að spyrja hvort lygar séu sex. Alfred, sexy að leyfa þessum 16 milljón manns að deyja? MS talaði fórnarkostnað. Já, Arnór, svaraði með þessu. Finnst þér rétt að kona geti ekki falið það að hún sé að mennta sig í spilltu landi? Bara svo að frændiðin geti ekki logið á smitten. Hætti að klikka og byrjaði að kloppa. MS talaði svo innrásinni í Írak. Já, lygar voru vissulega notaðar til að réttláta innrásina eftir á, lygar sem við mælum ekki með, en það voru ekki lygar sem droppuðu sprengjunum, heldur ákvarðanir Ísfold og þær færu ekki í ykkar heim. Og það snýst ekki þægilegan sannleika í draumi. Það snýst fólk sem gengur á línunni á milli lífs og dauða. Fólk sem neyðist til að lifa af. Því ef við tökum þeirra einu von, gerum við það ekki í nafni réttlætis, heldur grunnbygg. Og hvert augnablik sem rennur í sandinn augnablik sem fær okkur nær myrkrinu.
Dagur talaði 3 mínútur og 57 sekúndur. Núna dómarahlé og við viljum leyfa dómurum og við viljum að fara út fyrst og síðan getið þið farið. Þetta 15 mínútur. Okay, núna hlé, þannig að við komum sko, oh my god. Okay, Q&A, það er Q&A. Talað mér ekki hlaðast. Þannig að fara... Oh, shit. Hvað myndin? Hún hér. Já, þetta bara í tölvunni. Jú, þetta sem ekki svo góð gæði, þú segir, já. Það ég stingi samband. Ég var búin að stinga sem samband, þarna, það hlæðstu, sko. Nei, núna þetta Ó, nei. Jú, víst. Nei. Jú. Ég var að setja þetta var ekki í þetta. Ég var live. Þetta var ekki geggjað, þetta var ekki geggjað. Það er líka livestream. Framhildur. Nope. Hverju erum við hérna fyrst? Minka chattin, Arnar. Hæ! Ja, en sko Vil du sjá MSK? Ástand líka til lifa. Ja.
Eu nunca percebi para Ja, þú veist, það bara fullt sem við erum búin að svara, þau eru bara búið að setja eitthvað forsendum og við erum ekki búin að svara núna við. Já, það var hérna hér svo að Já, algjörlega, sko, við þurfum að ræða þetta. Hann ekki. Ég var alveg til þetta. Ég er bara Já, það var þessi gáma. Já. Er fólk hérna á þessu? Þetta ekki læg? Þau eru bara að tala saman hérna. Hvernig lífið að fara með þig? Hvað eru þeir inn á þessu? Stummar út. 6 manns. Það voru 12 manns. Heilir 6 manns. Stelpur, þið vita þeir eru á live-in á YouTube, moms. Já, ég veit það. Það er líka verra að segja inn á YouTube. Ég var bara á YouTube live. Nei, þú maður sýta með okkur. Hei. Mér langar að heyra. Ég veit ekki hvað þú samskiptum með þetta. Þú er búin að vera að læra. Þú veist að maður á morgun. Fólk MS læri. María sagði mér það, þannig að ég ætla að spyrja á. Við MS læri mikið próf, þannig you're good. Ef þú er að læra svona laugardaginn. That's a little rough. Ég er á lista. Æ, ég var að fatta, ég er hérna bara. Peace out. María var að segja það, ég veit ekki, ég spurði að það eftir. Já. Þetta er svo byrlið. Það er svo mikið dagskrá. Ég þarf að taka bukka. Já, María líka. Já, Það var spurning hvort ég var að ég segi þetta á YouTube live. Já. Annar tókvæmt, þú veist ekki. Já. Það var líka til í því að tala þessu. Já. Já. Já, þá ætti það ekki að vera á. Okay. Oh, live video. Ég skal walk you through it. Okay, þannig þú sest á stólinn sem er það sem ég sagði. Ég fæði plan og þú ert ekki að gera neitt nema bara þú startar á stofnum. Já. Þegar hann segir fundarstöðu, þá er það stað. Og síðan stoppar bara þegar senasta orðið er búið, skilur við. En þú þarft alltaf bara 2 á tímanum og fyrir innbyrðin sem hann sem er búið. Ef hún fokkar upp og gleymir ít að starta, gleymir ít að stopp, þá ert þú með tíma. Það mást bara, þú veist,
Ég myndi mæla með því út af því þú getur fyrstskipti, ekki fara eitthvað svona, ekki verið spilt og slís. Þú veist, þið bara mista þér. Þú veist, ég gert það oft. Já, en þú veist, ég get það fyrst. En, it's okay. Þetta ekki stressandi. Sérstaklega, þetta Hvernig þér? Nú vil ég fá stummarú. Io questo fa guarda se fatto io. Tjatti, Selveri. Nú vil ég smá stimma við JP. Alright, bro. En svo af hverju hann í chatinu, af hverju hann ekki bara þetta? Já, góð spurning. Og líka svona Óskarbyrgi. Nei, já, Óskarbyrgi forseti ég. Já, þetta af hverju hann. It's fine. It's fine, Óskar. It's fine. Morfís. Chattaði mér svo. Aldrei pakki. Ég Morf. Okay. Að það fara út, það er það er lúsning. Takk fyrir, ég veit ekki hvað það er. Takk. Fyrir 32 gildan, ég ætla bara að falla á þessu. Steini sagði að það var ekki háa sem að týja sig. Það getur náttúrulega eina sig. En byrju, er ekki að græða þetta bara fólk með eftir hótt? Er ekki eitthvað það? Steini er að handa okkar með góð. Af hverju er þetta að gera það? Samt nætur. Samt er þetta líka með þeim. Ég kom mætið með að við funda, það er náttúrulega bara... Ég er ekki þetta góð.
Þráin í hana? Ég sá Þráin. Þráin með fyrir MS. Hæ. Ok, það er komið 1 like. Nú vil ég já, chatið dött. Chatið leitt það? Chatið dött. Já, þá eftir hér. Af hverju chatið dött? Jaybjörg byrjar að sína. Nú ég verulega vonsvikin. Já. Tala mér þessu? Æ! Hæ, Birgir! Hæ, Birgir! Heyrðu. Þegar maður þá maður frekta lag. Þannig þú þarf að vera gegn í vartin. En út af því ég sett frá, þá var ég svona að það var ekki uppskeri. En það Settu bredd. Þú mátt setja bredd. Já, ekki. Það var það sem ég var, en síðan skipti ég fyrir þessu sögu. Út af því að the math was not cutting for me. En þú komið stúdent í stefnfræði? Já, Er búið að sækja verkefni? Já, það er svo mikið að pissa. Má ég núna? Nei, það er pissa. Já, bara pissa. Má ekki alveg halda þessu, þetta er bara fólk. Hæ? Það er eitthvað plöð. Já, plöðurinn. Sýndu. Settu mér marg. Settu list, Óskar Breki, settu list. Já, virkilegar. Takk fyrir views. Ef við komum til 20 views, þá... Akkur kom ég þarna megin? Þetta er mirror. Ef við fáum 20 views, þá ryggum við dráttinn. Ok, þú mátt ekki sér djóka með þetta. Af því við ætlum actually að gera það, þú mátt ekki djóka með það. Ok, núna þarf ég að sýna það. Ok, ef við fáum 20 views, þá ætlum ég að segja dýpsta leyndarmál hennar Össu fyrir framan ykkur öll. Þannig að allir senda linkinn á vini sinna. Það? Já. Gauð, chat-streamið var miklu meira lit í gær. Það var, það kom 15 views eða eitthvað. Það var líka bara því að allir skemmtilegu voru í viku. Já. Andrés, Unnur, Morri, JB. Jón Breki, Óskar, Marja. Gamli, hvað segirðu? Þeir eru svona að spekla. Tík. Við getum líka alveg tekið þessu Q&A eða eitthvað, ef við viljum spyrja. Ég heldur það að þetta er að byrja. Er það live en á hvað? Við getum líka spurt spurningar sem við, öskrum upp á svið og síðan, þurfa að leiðan og svara. Þannig að það eru spurningar fyrir, já. Varðandi keppnina, bara eitthvað, MS. Af hverju... Já, eitthvað þannig. Vestló, ha? Nei, þetta er ekki fyrir það. Nei, þetta er aftur. Það var fólk myndur. Þið komið 9 tímaður? Já, hendur þetta fara aftur. Bróður að spyrja hver vann? Bróð, ertu heimskur? Það er hlýja. Herri, þau eru komið tíma. Stopp. Ég er ekki að löpa það gegnum nokkra, hún má nota nokkra til að Já, ok. Einna? Er ekki takki á þessu? Við sáum henni þetta, ekki bara fjárstu? Hann er komið niður. Það ekki bara tengt og við kvöldum? Er það live hérna? Hann sé sér ekki á borðinu, sko. Bara með vatn.
Ekki bara með fjárstyrring? Nú er bara liðin sem að koma sér fyrir. Já, hann segir bara að bjóða Frumalanda, Andmalanda, hann Alfreð og þegni í salnum að hann aðeins. Ó, ég sem ég aðeins. Já, Alfreð þarf að bjóða. Nei. Já. Þetta er hérna. Þetta er ekki hérna. Hring til í bók. Let's get this party started. Já, ég pæla frekar mikið. Finnstu ég var aðeins að pæla. Vestlingar eru nýbúnir að keppa samsæðiskenningar á móti FS. Þú veist, svona insane reach pælingar. What the hell, maður? Það er ekkert eins og það sé eitthvað langsótt, skilur. Það er ekkert langt síðan að verður álhanna mannir út í bæi að öskra "Oh, þetta er elitan! Fólki sem ræðir öllu er að heita saman fyrir eigi til þess að mugga og borða börnir sem er!" Jæja, það var komið gott að það. En þetta er einmitt mál. Sannleikurinn hvað fór fram með eftirlifni var varður lígum í einhverja áratugi. Lígar sem bandarískir valdhafar notuðu trekk í trekk af þeirra sem gerðist í raun og veru. Hræðilegir hlutir sem voru í langan tíma bara ríkisleyndir og ekki bara leyndarmál. Heldur var logið hvað væri að gerast og hver væri að gera það. Og veistu, ég með aðra pælingu handið. Svarið með því, hvað hefði þetta Sunshine Babies ógeð gengið á lengi ef enginn hefði logið um það? Hefði þeir byrjað? Dettur svona mönnum ekki í hug ef þeir vita að þeir komast ekki um það? Og önnur pæling, svona fyrst ég byrjar. Hefði Trump verið kosinn ef það hefði verið lígar að kopparhamari, sakfelldur fyrir 34 glæpi, barnapenning og nauðgun? Hefði hann verið kosinn ef hann hefði ekki getað logið um það? Hefði hann verið kosinn hefði þeir verið hreinskilin sína stefnu? Fasismi af þessum tóa treystir á að liga innan sé á sínum stað. En samt mæða á móti, bara af því að hann þykir tannlóð. Í alvörunni veist, hversu graut fokkin þunnur getur einn tótt verið. Dagur sagði að samkynhneigðir einstaklingar þurfa að nota lyf til að vernda sig. Dagur, af hverju heldur það sé? Samkynhneigð hefur verið tabú í margar aldir, en núna er það að breytast. Einmitt í þeim löndum þar sem sannleikurinn er færður á yfirborðið og samkynhneigð eðlislægt. Þannig ég spyr núna, eins og við erum að spyrja í allt kvöld, vernda sig frá hverju? Og ofbeldismenn geta ekki falið svo bak við lygar og vandamálið er ekki eins í samfélagi sem er byggt á heiðarleika. Frá hverjum þurfa þau að vernda sig? Og Guð minn almáttugur, finnst mér. Ég verð ekki eldri. Áfram, tala Vestlingar fórnarkostnað. En við erum búin að svara þessu. En fokkin, ég spyr aftur, fólk haldi þessi í heiminum í dag. Þeir eru tilfellum að fólk hljóti skaða því að segja sannleikann eða að legasögum falsfréttum og því að búa í ríki sem byggir kúl sín á blekkingu. Og ég vil ekkert morfins klóra þetta. Ég vil hreinskilið svar svona einu sinni. Dagur svo að heiminum myndur að brotin hvort sem þeir var að ljúga eða ekki. Dagur, pæltum líka heimur okkar verið svona miklu betri án leik. Ef bara þá við missum jólasögum. Heimurinn myndi gera það verkum að trössi fullkomið eða heiðarleiki líka. Heimurinn það er brotin, en heimurinn okkar er það ekki. Dagur hvað að legar verið ekki eina ástæðan fyrir helfurni. Dagur, fórst ekki sögutíma. Helsta ástæðan af hverju útrýmingarbúðir átt sér stað er vegna lega þær væru að fara í vinnu. Milljónir mannslífa farin vegna lega. Vestló sagði losnum að allar lega væri fórnarkostnaður sem hann vill ekki taka. Vestló ég spyrði. Þessir nokkur milljón útrýmingarbúar á Rússa sem létu lífið í hungursneyð og mistu alla fjölskyldur sína vegna lega Stalíns. Heldur að þeim finnst fórnarkostnaður of mikill. Ekki vera hægt að svara því það eru allir að hlusta.
Veist þú sagði fólk að lega til að vernda sig. Og af hverju heldur það sé? Vernda sig frá hverju? Fólki sem ætla svo að nota lega til að komast upp með að brjóta þér. Veist þú hvað viljið? Viljið bara fleiri og fleiri plástra á brotin heiminn? En viljið bara öruggari heim þar sem ofbeldismenn geta ekki falið sig á bak við blekkingar? Það er augljós svarið. Þannig hægt að tala eins og þið séu að missa einhverja börn. Veist þú, pæli í þessu. Herra fokkin Hittismur sagði orðrétt, gerði samningu Guðs og ég er á bærum að ljúga. Hún er bókstaflega á samningu Guð, hann getur ekki logið. Hann er samt lengst uppi, segir hann ekki nóg að slá. Ísabel leiti 4 mínútur með grenja yfir hvítum leik. Góði gestir, við missum jólasveinin. Við fáum að vita hvað raunverulega gerðist á eftir þín einni. Góði gestir, við spurðum spurningu framsögum og við ætlum að endurtaka. Hvað er þetta lega sem feikir í ykkur það mikið? Góði gestir, ég vil að spyrja ykkur aðeins. Pæli þess í þessu dæmi. Hvort vegur meiri umræðinni? Það að barnaníðsringur valdamesta fólk heimsins hafi svona í alvörunni bara verið til, eða þessi útúrsnúningur sem vestu að vera að punga úr sér hér. Ég veit flestir það sjálf í Vestlaðum, jafnvel þið, hljótið að sjá hvað ræður ykkar er gjörsamlega búið að skýtum á fokkin bak. Hvernig var þetta? Já. Nice. Og pizza. Líka þér, Páli. Hvernig var þetta hér? Wow. Já, ullaði bara. Hvað er í chatinu? Nú vil ég stöma rúm. Sérðu ekki hver er eiginlega? Já, þú ætlar að fara þangað. Ég ætla þangað. Ég var að hugsa það. Ég veit ekki að málefnalegar umræður áframhaldandi viðræður aðild í Evrópusambandi. Hvað veist fólk það? Það er enginn á. Ó, það er einn að horfa. Nei, 9 að horfa. Get ég sé hvað það er? 8, þannig er enginn að horfa. Já, því það vill enginn tala Evrópusambandi. Þetta var sokkar. Takk og umræfni. Norri er maður í tölvun og ég er bara einn maður í símanum. Það má breyta. Alfred talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða frumvalanda andmælanda, hann Jón Kristberg, þú er 4 mínútur.
Stelpa. Ertu testaki? Ha? Ertu testaki? Já, ég svo ekki testaki. Ein mínúta. Þrjátíu sekúndur. On day one, we're going to stop the transgender lunacy. But will people be allowed to vote in women politicians? What I'm saying is it doesn't make them a woman. Get transgender out of the military and out of our elementary schools. It even seeks to justify neo-Nazism, terrorism, racism, and the mass genocide of civilian populations. 700 targets. They seem confident, already wearing a smile of victory. He's the masked face of ISIS in all its brutality.
we declared a jihad, a holy war against the United States government. They want to kill not only our civilians, all over the world. Islamic terrorist groups in Egypt and Algeria. The executioner nicknamed Jihad. Answer the part of your question about whether homosexuals are born or made. I believe it was like rebuttal is in order. 해나가는 데서 매우 유익한 그런 대화를 나눌 수 있는 계기가 될 거라고 믿습니다. Fundarstjóri, þessi myndbönd sem þið sáðu hérna fyrir aftan. Allir þessi hræðilegu atburðir og orð sem hafa verið sögð í mannkynssögunni reyndu emmersingar að telja ykkur trúma var ekki vandamál í þeirra heim. Alla fyrri uppruna virtustu nefnilega hafa gleymt einu. Þau virðast hafa gleymt því að sannleikurinn er ekki steinsteypt fyrirbæri sem svífur yfir samfélagið. Sannleikurinn er uppruna. Hann mótast af reynslu, aðstæðu, menningu og stöðu fyrir þessi samfélag. Því það sem er sannleikur fyrir einn er ekki endilega sannleikur fyrir annan. Allir þessir menn hér og allir þessir ógeðslegu hlutir sem þeir gerðu eru því miður þeirra sannleikur. Talibanar trúa því virkilega að konur séu og eigi ekki að vera sjálfstæð. Fólk gerði í transflögur trúa því virkilega að fólk hafi ekki tilvist. Þegar Ísraelar réðust inn í Palestínu, þá voru þeir ekki að ljúga þegar þeir sögðu þeir voru að endurheimta landsvæðis. Nei, þeir virkilega trúa. Því emmersingar, tveir hlutir geta okkur verið sannir á sama tíma. Ef þú hafði sett á latínu svona lætutækt og test og spurt hann, eru konur hlutir? Hefði hann svarað já og svarið hefði verið satt. En ef þú hefði sett mig, John Crowley, í sama stól og spurt mig sömu spurningu, hefði útkoman verið allt önnur. Tvö svör við sömu spurningu en hvorugur okkar var að ljúga. Eða hvað annars, myndir Latin allt einu sá ljós og bara mætti druslugöngur ykkar heim. Munir Ísrael bara draga herminn sinna að halda sameiginlega árshátíð og Gaza. Nei, þessi hlutir mun ekki breytast saman hvað emmist halda. En það sem mun hins vegar breytast í þeirra heimi er að það verður tekið ákveðt að nauðsynlegasta tól til að lifa af í heimi þar sem þessir sannleikar fá líka að drottna. Tólið sem ligar gerir milljónum manna kleift að leyna sínum sannleikum. Því sannleikur annarra getur einfaldlega kostað. Jæja, ég er farin að halda að MS las ekki umræðuna á henni mættu og hafa hamrað á 3 misgáðum punktum. Númer 1, að við mælum við öllum slæmum leik. MS, lesið umræðunni, please, þið eru að gera ykkur á fáið. Þið mælið á móti öllum leikum alltaf. Við viljum hins vegar varðveita saklaus og lífsnauðsynlega lega en ekki þig. Númer 2, að legurlaus heimur sé gott konsept. Hvernig er það gott konsept að enginn geti logið í neinum kringumstæðum ever? Ekki einu sinni til að sýna kurteisi, hugrekki eða mannasiði. Og númer 3, að stríð væru einungis vegna lega. Í stríðum eru legar vissulega notaðar en þið geta ekki fullyrt að öll stríð séu uppsprottin aðeins vegna lega. Þið verðið að átta ykkur á því að legar ekki aðeins slæmir. Við þekkjum þar í okkar heimi, hættið að gefa ykkur forsögn. Alfred talaði allt það sem vondir menn standa fyrir eins og þeir séu frá ljúga því öll. Alfred, þó þau myndum taka legar út úr getu þeirra, myndu þeir ennþá vera á sömu skoðun. Því þeir eru ekki að ljúga. Jafn ógeðslegt og það þá er þetta þeirra trú, þeirra sannleikur og það myndi ekki breytast í þessum litla fáránlega heimi. Alfred sagði í heim þar sem enginn getur logið, er engin kú. Þurfum við að tróða þessu upp í raskatið á. Við mælum ekki að fólk nýtti sér lega til að kúa, en kúin þarf ekki bara lega. Hún þarf valdablæti, hatur og illmennsku. Heimurinn getur verið slæmur og mun áfram vera svoleiðis þótt fólk ljúga ekki. Það vitum. Og við vitum líka að lega getur komið í veg fyrir slæmar aðstæður. Eina sem þið gerir er að gíska endast út í tómið og gefa ykkur forseti. Þeir að gera ykkur að biblum í blás. MS, morfís virkar þetta ekki þannig að þú getur bara að gefa þér allar forsetur heimsins og unnið á því. Þetta er að verða vandræðalegt. Við þekkjum ekkert annað en okkar raunveruleika og þess vegna er þetta umræða hér í kvöld. Hættið þessum flótta og mætið okkur. Ég er svangur í rök og þetta drastir besta leið, fullt fucking kaffi. Alfred sagði fundarstjóri, hefði byrjað að sleppa því. MS heldur áfram að tala legar að vonda manna. Hvað gefur ykkur til kynna að við mælum með því? Nei, svona í alvörinni. Voruð þið ekki að hlusta á mig bara núna? Þessi fyrir umferð emmersingar var farin að minna á Titanic. Hrikalega fallega hugmynd og flott í fyrstu, en þegar þú gleymir þér í því fallega er auðvelt að gera sér ekki grein fyrir ísjöfnum sem leynast á bak við sandinn. Þið eigið 2 ræður eftir. Reynið nú að snúa pólnum við og hættið þessum útiskum. Þegar þið gerið það ekki, munið þið sigla áfram í blindni klessa á ísjön. Þegar þið gerir það, eru þið dæmd til að sökkva.
Já, nákvæmlega. Já. Jón Kristberg talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Næst vil ég bjóða upp í pontu meðmælanda, hann Maríu. Þú hefur 4 mínútur. Arnór. Nóra. Nei, Arnór. Unnur. Erum við með meira? Ha? Erum við meira? Ein mínúta. Þú hlustar á bara Þrjátíu sekúndur.
sem þið sjáuð ekki eins og fyrir. Því raunveruleikinn ekki bara stundir okkar sunnudags þinguristingu og snúðu með glassunni. Nei, hann ískaldur eins og Gísli fucking Pálmi. Þannig ég hef verið að þróa með mig leið til að komast af heitt af húfi í blákalda raunveruleikanum. Að treysta ekki sálu. Ég spurði kannski af hverju. Það ekki eins og vera spurning. Það elska allir að ljúga. Allir. The government. Freddi var að fara yfir þetta. Það eru allir í skjölunum. Fjölskyldan eitthvað. Þeir var ekki sem lent í Óskari frænda. Konur. Ég þorði ekki eins að tala það. Ekki eftir Óskar frænda. Ég meina að verst og jólasveinarnir eru ekki til og haldið því svo bara kjafti. Því hvernig er þetta að treysta manneskri þegar hún er svona breysk, heimsk og legarsinn? Ég meina, ég treysti stundum ekki eins og sjálfur. Stundum segi ég í speilin, þú ert stór, svartur maður sem getur gert allt sem þú vilt. En það er bara kjaftaði! Veistu hvað ekki treyst? The government, mamma, pappa og konur. Í heimi þar sem þau geta ekki, oi! Fokkin er alveg til að treysta það, en bara það. Jón sagði að hann að gefa okkur forsendur. Jón, við vitum ekkert þann heim nema að það getur ekki logið. Við þurfum að setja okkar heim í samhengi við þennan, því það er það eina sem við vitum. Þannig virkar umræðan. Jón fór að tala að vondir menn trúa því sem þeir trúa og nefndi dæmi eins og konur væri hlutir. Jón, ef ykkur spurður eru konur hlutir og ykkur svarar að játa því, þá hann ekki að ljúga. Það er bara eitthvað sem hann trúir. Það vita allir að konur sé ekki hlutir. Þetta er bara ógeðslegur hugsunar. Góðu gestir, verstu voru ennþá ekki búin að svara okkur þegar þeir svona sexy við lígar að þau þurfa að mæla á móti heilum heim. Þau reynda að koma einhverja fáránlegan útúrsnúning sem flaug sko ekki. Eru þau virkilega svona rökfylgja? Verstu sagði að í þessum töluorðum væri stríð í gangi og í okkar heimi getur foreldrar ekki hugga börnin sín með líkum bjartari framtíð. Heldur að foreldrarnir séu ekki að vona gangi vel. Þau myndu alltaf bara að segja, vonum það besta ástu mín. Ekki, heyrðu, leik loki ástu mín. Og þau ekki að ljúga með því að segjast vona. Því það er ekki lygi, heldur eitthvað sem þau trúa. Jón sagði að við vissum ekkert hana heim og gætum þess vegna ekki mætt með það.
Við maður ekki skar, þú átt ekki að vinna það okkur. Eftir það bara þegar þú hittir nýja mannesku, nei veistu ég veit ekkert þig og svo skýtur viðkomandi í hausinn. Svona fyrir utan það, þetta fáránlegt, þetta heimur. Við veitum helling það, það getur enginn logið og við veitum bara heilan helling þær svikalegu skaðlegu afleiðingar sem lígar hafa haft á heimilum. Og svona áherslu að pæla þá, nei, ég vil ekki vera vinur þig. Jón sagði að lígar eru slæmar. Já, ég er bara alveg sammála. Þess vegna mæli ég með heim þar sem enginn getur logið. Dagur talaði að gegar þetta fela sig og án líka væri það ekki hægt. Ok, tökum það. Bam, halló, ætlar hann að fela gegar? Hvers vegna spurðu? Að þið með langar að brenna á. Ok, bye. Góðu gestir, ég vil minna ykkur á hvað verstingar að rétta þetta hér í kvöld. Lígar. Lígar eru ekki jákvæð hlutur, lígar eyðileggja sambönd, tortríma fjölskyldum og brjóta niður í samfélagi. Lígar eru auðvelt leið til þess að forðast afleiðingar, en þið getið ekki forðast afleiðingar af því að venda brotin heim. Jón sagði að án möguleika líga værum við í djúpum skít. Já, ástæðan fyrir því að við treystum á lígar vegna þess að samfélag okkar er byggt á, við förum yfir það seinna. Góðu gestir, no respect, one key to survival gildir bara í þeim heimi sem við búum við í dag. Ekki í heimi þar sem enginn getur logið, því það getur treyst öllu. Og að þart vita á því allt er bara sem er ástæðan fyrir að verstingar geta mættur upp í pontu, pröppan í mækinn og kalla það röð. Því fundustjóri í raunveruleikanum skapti treysta engum og þá sérstaklega ekki Verslunarskóla Íslands. Arnór talaði 3 mínútur og 59 sekúndur. Ég vil bara minna á aðeins í næstu ræðum að það er mjög mikið hljóð sem dómarinn heyrir almennilega í ræðumunum. En annars þá í næstu ræðum er meðmælandi andmælenda og það er Íslandís. Þú ert 4 mínútur. Já, hérna fram til veggina, ekki segja. Þú sér það bara, þú lappar af hún. Ég var
Ein mínúta. Liverpool án efa besta lið í heimi. Actually, Isabel, það samkvæmt tölfræði Barcelona, ekki Liverpool. Ok, sorry. Reynum aftur. Sushi besti matur í heimi. Isabel, það ekki rétt hjá þér, því sko 20% af heiminum borðar ekki fisk. Hættu að ljúga! Ok. Þetta getur ekki klikkað. Besta mynd allra tíma Minions! Isabel, það var eitthvað gott fyrir. Þetta svo Þú segir stopp! Hingað þú ekki lengur! Ég ekki að ljúga! Það var Minions, það var ekki unnið Óskarflunum í öllum flokkunum. Skandal! Það K-pop sem ekki fyrirmynd allra í lífinu. Synd! Nei, ángríns. Í fyrra reyndi ég að næla mig í lífrabílum sem ég gull. Ég tók sykursýkstæla mig með sambandi í svona mánuð. Og svo hún ekki eins og bara bíl. Og svo miklu meira en það. Hún opnar á mig og hún kennir manni að þótt að maður sé lítill, gulur, ekki með í gulu formi með 3 hár á hausnum og stór kérku, getur maður samt sigrað heim. Alveg eins og Kimba! Og ég ekki að ljúga! Ég svo pirrað, ég geti hvað lofa þínu! Banana papaya. Nei, MS, þið hljótið að skilja hvað þeir eru að fara með. Ég var ekki að ljúga. Uppáhaldsmyndin mín Minions og uppáhaldsmyndin hennar Maríu Schindler's List. Og við hefum séð hana svona 50 sinnum og það þú veist, smá skrítið en það bara varðið. Fólk með mismunandi skoðun, sumir fíla Minions og aðrir María Schindler's List. Og þetta breytist ekkert í ykkar heima þess. Nei, heldur þarf María bara að viðurkenna fyrir fólki hver uppáhaldsmyndin hennar sem hræðilegt. Nei, ég meina aftur má maður ekki að halda sumir fyrir sjálfs. Ok, segjum að ég fara á date og hann hendur í Isabel, hver uppáhaldstónlistarmaðurinn?
Þá langar mig ekkert rosalega mikið að viðurkenna að sé Húba Búba. Ég vil að segja að sé að Bella eitthvað. Og ef fólk spyr mig, Ísabel, það er svo léttir. Hvaða ilmvatn er það? Af hverju má ekki vera gatekeeper? Ég reyni með smá lýs hérna. Og þegar dauðvona amma mín spyr, Ísabel mín, veit ekki einhverju í skólanum? Þá er ekki að segja henni, jú amma, ég er að falla í spænsku íslensku sögu og náttúrufræði og jú, raunveruleiki mín er 23%. Þá deyr hún. Viljið þið að amma mín deyr? Keep on, Ísabel! Ok, MS, það sem þið viðurkenna að við erum að tala þennan heimi sem við þekkjum í dag. Hér kemur listi af hlutum sem við verðum að mæla með. Það er samkynhneigðir fá ekki ljúga sína raunverulega ást til að bjarga lífi sínu. Það er foreldrar geta ekki færa sannleikar til að viðhalda barnæsku og það er sveitum hjálpar sem við getum ekki hugsað fólk og logið að því og sagt að það sé fólk til staðar fyrir. Þetta eru allt lygar sem þið verðið að svara fyrir. MS, þið getið ekki haldið áfram að segja okkur að svara fyrir slæmar lygar. Þið eru bókstaflega ekki búin að svara fyrir eina nauðsynlega lygi. Þið verðið að verja málstæðinni í kvöld, annars mun ég sko refsa ykkur. Lóri, en eru að lækka í laginu. Ég heyri ekki. MS, við höfum ekkert gert að staða okkar ból á meðan þið séu listir ykkur á flótta sem Osama bin Laden ætlaði að finna. Ef hann hefði gert það, væri Al-Qaida kannski ennþá virtustu hryðjuverkasamtökin í heimi með lifandi fólk. MS, hérna kemur umræðu einu sinni enn fyrir ykkur heimur þar sem enginn getur logið með eða móti, ekki lygar með eða móti. Þið eru með alhæfingu með eða mótinni og ef þið farið ekki að svara fyrir það, þá kem ég og bít ykkur í raskat. Áminning MS, móndir menn eru móndir, þeir eru grimmir, beita óbyrdi og eru bara móndar manneskjur og þeir fórna með blíðan þeirra og munum gera í allkvæm. En þið getur ekki kent líkurum alltastæmi heiminum. Hér kemur api að borða þann. Það er bara Lena Babboy en það eina sem ég heyri þegar þið talið. Alfreð mætti með Pómpjúsi að Trump hefði ekki fyrir kosin á leik. Hvernig getið þið gefið ykkur það? Ég sagði að ef við hefði að gefa fórsetur, gerum við það bara líka. Nei, bú! Þetta röndur vampýrur og Mickey Mouse er fíkniefnasali og allir handa Páll Óskar og þið meilið með þessum heim síðmyndingar. Góði gestir, ef Team Bob væri hérna, við erum búin að horfa í að annars og segja. Ég og hann erum mjög vonsvík. Þessi heimur sem MS er svona æstur í er bara ömurleg hugmynd sem enginn vill í raun taka þátt í. Alveg eins og það var ömurleg hugmynd að menntaskólinn við Sund skuli mæta í bláasal og keppa í morfis. Það er ekkert við þetta sem er bad boy! Ísabel Dís talaði 3 mínútur og 59 sekúndur. Næst vil ég bjóða upp pontu stuðningsmann meðmælanda Hanna Maríu búið 4 mínútur. Svo bara tala allir einhvern og tala bænir og því múið. Og þú varst kallið nú bara en þetta. Getur ekki veit. Við tjátti lit. Ógat, ég er komin að lóa þessum bannum. Hughrista á Jóhann. Já, hvað er málið? Reyða mér þannig.
Ég segi bara fyrir því ég Nei, ég er svo glöð, ég er svo glöð að ég er hemmandi mínir á þeirri Marja og Ísland. Það gerir bara ég. Það flytja mjög sér fundið. Ég myndi rétta, eins og þegar ég rétta þér verður. Þú sendir mig. En það varst bara svona, ó, þetta verður sterk. Þetta verður þig, veistu hvað við? Nei, náttúrulega. Þetta eru þær. Ég vil lesa. Það er alveg fann með þetta. Þú er ekki svona að lesa þetta á fólk. Hann flyttir það. Kíkjum í pakkan. Nei, hvað er morfístjórn að sjá sem ESB fyrir ekki að skríti? Já. Bara Birgir og Nonni. Já. Kíkjum í pakkan, sagði enginn ever. Allt þetta svo Þorgerður Katrín getur fengið skrifstofu í Brussel. Ó, Hjalti. Þetta er uppáhaldsstúið, er eitthvað annað að horfa? 8 manns. Það var 6 fyrir áðan, þetta er líka. Það er komið stríð. Nei! Fokk, vest. Fokk, vest. Ekki, skrifið í chat ykkur er sammála. Ekki. Fokk, vest. Skrifaði í chat. Nei, þið náðu þessu ekki á kæm, sko. Ok, klippið þetta. Fokk, vest. Klippið þetta. Hjalti bestur. Hvað sagði þið? Hjalti bestur. Það sagði
fundarstjóri. Ég skal vera fyrst til að viðurkenna að ég elska þennan raunveruleika. Þennan heim sem við búum í og það svo ótrúlega margt hérna sem ég myndi ekki skipta út fyrir neitt. En það líka svo margt sem svo gríðarlega brothægt. Það brothægt vegna þess að við byggjum það á trausti. Ekki misskilja mig, ég elska traust. En ég hata að þið þurfa að reyna það. Að þið þurfa að draga í efa sem leiðtogar heimsins lof. Ég hata að ég fá ekki bara að vita án nokkurs efa að minn hagur sé með í útreikningunum. Gott fólk, lýðræði einn af þessum hlutum sem ég myndi ekki skipta út fyrir mig. En til þess að lýðræði virki eins og lýðræði á að virka þarf það að vera upplýst. Það lykilatriði í þessu öllu saman að við getum treyst að stjórnmálafólk komi hreint að dyrum og færi sig ekki með loforðum sem þau ættu aldrei að standa við. Við þurfum að vita til að geta ekki upplýsta ákvörðun okkar eigin hagsmuni. Eins og staðan í dag, eins og staðan í okkar raunveruleika, þá það svo allt brothægt. Lýðræði byggt á trausti sem við höfum séð trekk í trekk, svoleiðis möllbrot. Trausti sem stjórnmálamenn ljúga sig inn í en grípa síðan sleggi sína, sprengju sína, spýtu sína sög og skilja ekkert eftir sig nema brotna þjóð sem átti betra skilja. Og nei, veist þú, ég þarf ekki að nefna fleiri dæmi af því að MS varla gert annað hér í kvöld. Þjóðir blekktar í stríð, leiðtogarinn á völdum með áróðri sem síðar endist byggðar á lið. Við höfum séð fólk kjósa gegn eigin hagsmunum, ekki vegna þess að það vildi það, nei, heldur vegna þess að það var blekkt. Og þegar fólk trúir lyginni, þá getur lýðræði ekki virkt. Ekkert af þessu væri hægt í þeim heimi sem við mælum með í kvöld. Af því heimi þar sem enginn getur logið, tökum við úr jöfnunni helsta skjöld vondra manna. Við tökum úr jöfnunni svo ótrúlega miklar hörmungar að hvert einasta dæmi sem Baskló nefndi fyrir kvöld lítur út svo samkomt í fjöru. En því miður fyrir þau þurfa þau að svara fyrir allt. En svona fyrir utan það ætla Basklingar að flýja umræðinni bara í allt kvöld, endurskilgruna legar bara hægri vinstri. Það að fela eitthvað er að ljúga, það að segja satt en ekki allan sannleikann er að ljúga. Hvað er fokking mest? Það að klæða spurtum er að ljúga, eða hvað er annað? Hvernig getið þið alltaf fundið fleiri og fleiri leiðir til að snúa umræðina form, til að forðast að horfa í augun við að þið eru vitlaus? Ísabel, það að þér finnst Leopold besta lið í heimi og Húba Búba besta hljómsveit í heimi, þýðir ekki að þú sért að ljúga. Þetta er sem þér finnst að spurningin gefur til kynna, hvað er uppáhalds hljómsveitin þín? Jón sagði að fólk getur réttlætt hægðum sína með því að trúa að þau hafi rétt fyrir sér. En sannleikurinn er sá að þetta er ekki sannleikurinn heldur sjónsblekking. Hvað er annað þeirri blekking? Legar. Þau eru að ljúga að sjálfum sér sem ekki til í heimi án lega. Þetta er aldrei pót. Vestló, þið viljið að fólk sé heiðarlegt. Þið viljið ekki að fólk lýgur að ykkur. Þannig af hverju fokkarinn mælið þið á með heim þar sem enginn lýgur. Ekki stjórnmálafólk, ekki valdhafar, ekki fjölskyldur ykkar og ekki matíkar. Við gerum okkur grein fyrir fólkunni en þau eru of sjónstæðir til að taka fyrsta skrefið. Ísabel mætti verið pótt og öskrað allan tíman. Ísabel, þú þarft ekki öskra, ég heyri alveg í þér. Og hvernig gengur þau uppfylgastjóri að Vestlingar eru bara eitthvað að pæla ykkur í kurteisi eins og við sem ekki löngu búin að svara þeim. Ef þið þurfið að ljúga til að vera kurteis, þá verður þið vandamál og guðminn alveg, við erum bara drullu saman um að vera kurteisi. Hvað það falska kurteisi ef við erum í staðinn að nefna heim sem eru laus við hræðilegu afleiðingar sem legar hafi í för með sín. Sama hversu mikil skjöldið þetta eru fyrir brothættar tilfinningar ykkar. Ísabel sagði að fólk verður hrætt við að segja sínar skoðanir í þessum heim. Ísabel, eins og við erum búin að segja, hvað ég nefnist! Góðu gestir, það er ótrúlega margt í okkar heimi sem ég myndi ekki skipta út. En það er líka svo ótrúlega margt sem ég myndi kasta á bálið án þess að hugsa mig tvisvar um. Því þegar réttlæti, lýðræði, traust, heiðarleiki og milljarðir saklausra lífa eru lögðar vogarskálarnar á móti öllum þeim hrylling sem við í MS höfum nefnt í kvöld, þá hættir þetta að vera spurning. Og það eina sem stendur eftir er bara hvort Vestlingar séu of litlir í sér til þess að svara mig. María talaði í 4 mínútur og 3 sekúndur.
bjóði Ponti stuðningsmann andmælanda. Dag Thors, þú hefur 4 mínútur. Ein mínúta.
Fundarstjóri, nú vil ég að MSingar taki þessa keppni aðeins út úr myndinni. Þið hafið eitthvað svara, svo ég vil að þið hlustið vel. Haldið þið að þið séu góða fólkið í þessari keppni? Er þetta málstæður sem þið eru tilbúin að framfylgja í ykkar heimi? Þið standið með heimi þar sem við MS getum ekki hlíft börnunum okkar frá óþarfa sársauka. Þar sem við getum ekki sagt þeim að nástæður einstaklingur hafi verið bráðkvættur heldur hafi framið sjálfsvíg. Ég veit að þetta kann að hljóma gróft, en þetta er heimurinn sem þið kusuð að taka afstöðu með. Engin orð ósögð, engir hagsmunir í húfi, sama hversu kaldur og miskunnarlaus sannleikurinn er. Ég gæti ekki gert þetta og ég veit að þið sem hér inni sitið gætu það ekki heldur, en það er það sem MS vil þröngva upp á. Því MS hefur valið sér afstöðu þar sem við taka úr okkur hluta sem gera okkur mennsku. Og ég myndi skilja það ef við höfum valið grimmdina, hatrið eða briskleikann, en þetta er eitthvað sem er gjörsamlega yfir mig farið. Þetta er engin draumaheimur eins og MS hefur reynt að telja ykkur trú heldur er þetta nöturlegur heimur þar sem við skeytum engu hvernig næsta manni líf. Hverjum eru þið raunverulega líf? Hver er það sem raunverulega lífur góðsafnsum heim? Börn í stríði, hinsegin fólk í þróunarlöndunum og konur undir stjórn talibana njóta allavega ekki góðsafunum. Þetta er þvert á móti. Heimi MSinga þarf þetta fólk að lúta í lægra haldi. Þetta fólk verður undir í leið MSinga að hinum fullkomna sannleik, en það sem við verðum að átta sig á, komumst aldrei að hinum fullkomnum sannleik. Við erum mennsk. Sjónarhorn okkar á lífinu er af ólíkum tog. Við höfum okkar eigin sannleika, okkar eigin túlkun á. Þegar sannleikurinn kostar okkur mennskuna, þá er það ekki sannleikur sem ættum að sækjast eftir, heldur flýr. María sagði að lygar væri sköldur kúar, en lygar er ekki aðeins sköldur kúara, heldur líka sköldurinn fyrir það sem verða fyrir kúunum. Munurinn liggur hins vegar í því að við þurfum ekki að mæla með því þegar kúarar nota lygar til að kúa fólk, en þið þurfum að mæla á móti því þegar fólk nota það sem skjöld. Á hverjum degi þarf fólk að ljúga eigin skoðanir og ljúga það hver þau raunverulega eru bara til þess að lifa af. Við stöndum með þessu fólki en ykkur er greinilega drullu sama María sagði að við þurftum ekki að efast í þeirra heim. Ykkar heimur er ekkert laus við efasemdir, þó svo að við efumst ekkert hvort fólk sé að segja satt. Efasemdir einlægni, túlkun sannleikans og skaðlegan sannleika eru ennþá til stað. Hættið þessum grindhorðuðu útúrsnúningum og komið ykkur á efninu, annars fyrir ég virkilega efast tilvistarefni. Nóri sagði ef hann væri að fela gyðinga í húsinu sínu og nasistar myndu banka upp á, myndi hann skella hurðum. Ok, þannig að þú heldur að þá myndu nasistarnir bara fara í næsta hús. Þeir myndu væntanlega efast eitthvað og storma inn. Að flýja vandamálir eyðir því ekki, en lygar geta verið nauðsynlegar til að koma í veg fyrir. Arnór sagði að það að trúa er ekki sama og ljúga. Arnór, hefurðu heyrt lie detector test? Ég trúi því í alvörunni að ég sé heitar en þú, og það er vegna þess að það er sannleikurinn minn, þótt að sannleikurinn þinn sé annar. Ykkur tókst að enda sögulegan feril í mort. MS sagði að í þeirra heimi myndum við fá að vita raunverulegu dauðatöluna frá Gaza. En MS gerir ykkur ekki grein fyrir því að í ykkar heimi gætu foreldrar þeirra barna sem lifa á Gaza ekki sagt að það myndi verða allt í lagi á meðan sprengjur falla fyrir ofan hausinn. María notaði síðustu ræðu kvöldsins til að tala traust stjórnmálamanna og hvernig það væri fullkominn sannleikur í þeirra heimi. Grimmdin fer ekki í heimi þar sem enginn getur logið og spillt lönd verða enn spillt og þið eru tilbúin að taka af þeim skjöld. Og djöfull verður gaman að vita að ég verð skellihlægjandi á Akureyri í næstu viku að segja heitum gælum hvernig ég vann MS í mort. Í heimi sem ekkert og ósagt vera þrýfst ekki hugrekki, heldur myrkri. Og í því myrkri gefst ekkert rými fyrir mennsku. En í fjarska mun alltaf glitta í ljós.
Ljós sem gefur okkur von. Von að lífið verði aftur eins og áður var. Því miður fyrir menntaskóla við Sund eru það við Vestlingar sem erum kyndilberar ljóssins. Ljóssins sem við leyfum myrkrinu aldrei að kæra. Ég er alltaf að segja að gera eitthvað sem Morfísstjórn. Ég sagði að Íslandi ESB-arnir eins og segja börn í ungbarni sunda ár foreldra. Nei takk, hvað er Morfísstjórn? Pakkinn. Dagur talaði 3 mínútur og 59 sekúndur. Núna er dómarahlé, þannig við mun teipa dómurum og liðunum fyrst út. Og já. Já, þá er þessu bara lokið því Nei, ég ætla nú ekki að enda liveið, hérna er liðsstjórinn okkar í MS. Dómar er bara eftir að tilkynna, þannig bara ekki spenna okkur boltanum strax og ég spennt. Klippið þetta núna, byrjaði að skrifa hvort það er, hvað sem það er. Fuck, Vestló. Klippið þetta. Tjatti, hvað segir tjatti? ESB verður svona ES. Bullshit. Já. Já, okej. Hvað ertu að háa sem ég? 4.9. Ok. Þetta fara til þessi skjáma. Já. Það er alveg ákveðið. Ha? Essa, þarf ekki að færa pontuna, er ekki skjávarpinn? Sérðu það ekki? Já, ok. Er þetta klessa á eða?
Þið þurfa að færa fótuna frá svo að sjást á skjól. Akkurri? Af því að það er spinnið til að vera að draga í. Þið er fært hann úr. Hvað er stór? Hún er í gangi núna. Nei, áhættasafnið er Nei, það er Við höfum að gera það í næstu viku. Æ, við erum færi. Ok. Er það hægt að halda í sal? Nei. Svo það er svein með það að sést. Á, það sést hvað sem er að gera. Ó já, það er bara hvítiskjár. Fyrsti skólinn til að keppa á heimavelli í úrvalsdeildinni. MR er þá á heimavelli á móti Oh my god. Shit. MS eða Vesco. Okay. Og þá er það FG eða kvenna sem keppa, FG eða þessi kvenna sem keppa og á heimavelli er og það er samfélg. Þannig að MR, MS eða Vesco, MR á heimavelli og síðan þá FG kvenna og FG á heimavelli. Þetta er búið. Draga í handara, það verður að draga í undanúrslitum. Kvennó? Ha? Á móti kvennó? Ef við vinnum núna, þá erum við á móti MR og MR á heimavelli. Í undanúrslitum. Æði. Já. Ok, hvað segir Dóri? Dóri segir shit. Þetta er svona vekkur. Alltaf MR Vesco kurs. Það þarf að vara. Já, það er bara 25 með stærðum og 7 per skóla, sko. Við erum bæði. Nei, bara alls ekki. Það verða allir bara... Nei, ég er að tala um frávættir á sáli. Já, það er frávættir. Þið hittum Förum við frá þessu fyrir fyrir. Þið eru bara að leiða. Hæ! Svo tjátt.
Keppnin er, já, Morfís-stjórn. Keppnin er ekki búin. Ok, þetta er... Hvað Olli segir, kannski ekki að segja neitt við... Það er ekki hægt að kíkja í pakkan. Ok, Olli. En ok, það eru 3 inn á chattinu. Lengur hann örugglega farin. En þessi dráttur á spennandi. Jón Króla, hot or not. Allir að segja ef þið myndið Jón Króla í chattinu. Ég myndi... Það sem bara Morfís. Morfís myndi. Ég úrslit. Er ykkur á chatinu? Allir á chatinu. Það er 6. Við erum að ræða hvort þú myndir Jón Króla og það var eitthvað sem kommentaði hérna, ég myndi. Kíkja í pakkan. Já, þetta er Morfís-stjórn. Já, ég veit ekki. Spennandi. Það er ykkur eitt sem lækaði þetta líka. Já, ég held að það hafi verið, ég veit það ekki, Orri Eliasson eða eitthvað. Það sendi okkur SMS á YouTube sem vissi ekki verið hægt. SMS á YouTube? Já, það var svona message request á YouTube. Ó, spennandi. Já. SMS. Ég er hér blása, það er helst hvað sem þetta. Ég er búin að vera að segja þetta, bara sinns bara Þú gefst þetta? Ja, þú veist. Já. You got me there. Er það hægt að læra kannski það? Nei, það var eftir til þess. Já, ég fór bara inn á leikastunum. En það er til saman kurva og... Það er bara sko, hvað mér þykir að þess, það er engin vísið sannur. Ég get til því. Það allir að bara hótti í okkur. Já, ég myndi að var hann en sem leikur bíl. Já, ég veist það. Já, ámsannur. Styrir um það. Ok, ég er að það með það. Já. Það er galið með þetta. Ég er svo ánægð að það er líka ekki. Það er svo mikið að byrja þetta. Hvað fannst fólki? Þessi fóruð Nella. Thank you, baby. Hvernig er töðan? Við erum bara, ég er bara tjáma, skilur. Já, bara núna, við sögum að borða. Tappi að Sigur. Nei, sögum að borða. Þú ert alltaf hægt að drekka. Já, ég er það. En við sögum að borða. Hvenær er dregið? Það er búið að draga, Birgitta, og það var MRVI og FG Kvennó. MRVI/MR. Er þetta eitthvað spænstórð? Já, Hvenær? Hver er að gera það? Ég er svo ánægð. Ég er ekki að kenna. Þetta var að kóngalega sem ég heilt. Þetta var örugglega. Já. Við erum að byrja. Ég? Við getum unnið. Já, það var svo sama Já, ég opnaði þetta þessi allir að gera svo saman Já, og það er ekki bara að gera eitthvað en þetta var góð byrjun að einhverju Hvað gerði svo með hann? Við hvað? Það er bara á þunna, Það er bara klála podcast. Það er ekki svík. Ég er svona grín. Jú. Líka þeirra á
Skal ganga frá þessu? Maður var svona læst í bíl. Já. Það er MR. MR. Stemming. Úps. Þetta ekki... Maríanna, hann færa aðeins, sérst ekki... Jú, það sést alveg. Hættu! Byrja það! Finnst það með blindfullur hérna? Já, klöpp, grunni, já, grunni. Það bara styttast í þetta. Já. Ég elskar Einhver að horfa? Hvað segirðu? 7 manns. Næstu 6. 6, 7. Sammála Olli. Það er ekki hægt að kíkja í pakkan. ESB með S-Bulls. Á hvað 9? Á, við getum ekki læka. Allir að læka liveið. Núna. Ég er svona titandi, sko, en þeir setja þetta... Ég er svona stressaður fyrir úrslitunum. Jóki var að hrista, ég getur verið svona, sko. Myndarinn eftir þetta margt. Ég langar ekki að tala við þig með það. Ég hef aldrei að tala við þig. Hvað er mörg? 7 manns. Já, hérna. Já, hann er kominn aftur. Ykkur er háður myndavélinni. Jók, það er ég. What the hell? Svolítið ámrá. Já. Gerum við afslægin með rétt sem og það skal bjóða alla dómara aðnæri. Já, Karin! Þetta er í skipti sem þetta blásar. Ég ætla að hafa bara fljótt. Það spyrja verslingar, ég ætla að prófa á morgun. Já. Það sá svo rólega verslingar tímast reisir voru eftir. Það sýttir þetta allt þessi dómari. Allir að læra bókald eða eitthvað. Það var eitthvað svoleiðis. Herri, ég er með stein. Þannig að ég ætla að segja, þetta var mjög stjála keppni. 3 steindir og 11 stig. Það var 15 mínustig sem höfðu ekki áhrif á niðurstöðuna. Fyrir bara, já, stigamunurinn var 99 stig. Einn dómarinn dæmdi 11 stiga sigur, einn dómarinn dæmdi 17 stiga sigur og þriðji dómarinn dæmdi 68 stig. Og ræðumaður kvöldsins í fyrsta sæti var með 592 stig og næsta eftir var með 560 stig. Og ræðumaður kvöldsins í Ísafjörð. Og ég vil
Vesturinn var Valía. En Vesturland. Já, þá er Vesturland keppni á móti MR í undanúrslitum og takk fyrir auðvitað.